Nú styttist í Evrópuleik KR og Larissa frá Grikklandi og hér formaður KR-klúbbsins mættur og yðarallur og orðinn sveittur undir handakreikunum Páll Kristjánsson. Hvernig leggst þér leikur í þig? Þetta er bara alltaf leið mig. Maður bara bjartsýnn fyrir hönd okkar. Það mæta fleiri gestir á þennan leik en hjá mörgum andstæðingum okkar í Pepsi-deildinni. Ég er ekki frá þessu fleiri Grikkir hérna en Valsarar á síðasta leik, þannig að það verður ábyggilega ágætis stemning á þessu leik. Margir þeir eru svona að mæta ansi vel kenndir og hressir, eru menn að hafa einhverja áhyggjur og formaður KR-klúbbsins að hafa áhyggjur af einhverju skrílslátum? Nei, við erum eins og öfluga menn í gæslunni, annar flokk kalla sem eru efstir í sinni deild, þannig að það eru sterkir strákar, en nei, ég hef engar áhyggjur af þessu. Þetta er bara gaman, smá húlíkanlæti en bara til að krydda þetta. Eitt var þetta hópið, við getum séð eitt sem að vonandi enginn sé búinn að gleyma, en það er hann Mummi okkar litli sem er mættur aftur í kálið og er á bekknum í kvöld. Er ekki bara gaman að sjá hann aftur kominn? Jú, að sjálfsögðu, hann á alltaf gaman að sjá KR-inga í liðinu og maður bara sjá sér flesta KR-inga í liðinu og því miður alltaf fáir. En Mummi á fullt erindi í þetta lið og það er vonandi samt að hann pilli sér eftir út það sem hann á heima. Akkurat, ef að spá einhverju fyrir úrslitin? Ég bara segja 2-0 fyrir KR. Takk fyrir þetta. Nú styttist í leik og Ragnar er kátur og til í leikinn við Larissa. Eitthvað sem kemur þér á óvart varandi uppstillingu eða eitthvað sem þú sérstaklega spenntur fyrir leikinu eftir? Ég skal ekki segja. Ég er ekki búinn að sjá eitt en eitt hvernig liðið verður. Svo erfitt með að segja það. Já, en hvernig líst þér á mótherinn okkar? Þetta er lið sem var bikarmeistari fyrir ekki svo löngu síðan og í 4. seti í grísku deildinni. Hörkulið. Bikarmeistari í hiti fyrir það. Ég, eins og búið að koma fram bara alls staðar, það veit enginn hvernig það lið verður og þeir vita ekki svona sjálfur þegar undirbúningstímabilið þeirra er ekki búin að vera neitt og þetta er basically undirbúningstímabilið held ég. Hvað eru stuðningsmenn KR að hugsa varðandi síðari leikinn? Heldur að vera einhver hópferð út? Nei, það verður ekki hópferð út. Það er kannski einn og einn maður sko. Þetta er allt á langt. Þú eru að spá einhverju fyrir úrslitinu eftir? Já, maður þorir því alveg. Þetta er 2-0 sigur fyrir KR. Flott mál, takk fyrir það Ragnar. Hér erum við tvo sem ég held að séu reddi inn að leiku eftir. Strákar, við erum að mæta mjög sterku liði á bara Evrópumælikvarða í Evrópukeppni. Hvernig er tilfinningi fyrir leikinn? Ég held að við bara tökum þetta, er það ekki? Er það ekki tilfinningin fyrir alla leiki? Við bara getum unnið allt, eða hvernig er það Óli? Jú, krafan er alltaf sigur en Larissa lendi í 4. seti fyrra í grísku deildinni og mjög erfitt að spila við þetta lið og þetta er með flotta stuðningsmenn. Málið er það að þegar við erum KR-ingar þá er alltaf kraf og sigur á heimavelli. Sama hvað lið þú spila við. Mér er alveg saman að Real Madrid var að koma inn í dag og átt að vinna. Ég held að aðalatriðið sé við löpum frá þessu bara beinir í baki og bara lögum það sem við getum og svo verðum við bara að sjá hvort við séum bara menn í þetta. Já, og svo við minkur hrokan aðeins, þá er þetta alveg rétt hjá Gauja. En ég hef full að trúa þessu. En menn hafa bara trúa á verkefninu. Þá er þetta 1-2-0 fyrir okkur og þetta Bisa skítur í sig af því að hann var að spila fyrir Newcastle í alvöru. Ég segi bara eitt, Grikkir eru Evrópumeistarar. Af hverju getum við ekki unnið þetta? Nei. Ég meina, þú veist það bara segir sig sjálft, eða ekki? Já. Við rúlum þessu. Það er greinilega allt hægt. 1-0 fyrir stórveldi. En er ekki gaman líka bara að fá svona alvöru lið í Evrópukeppni? Við höfum verið svolítið gert að fá eitthvað svona þeir sem er ekkert sérstaklega gaman að tapa fyrir. Jú, það er mjög skemmtilegt. Og það er skárinn að fá hvaða bíó fengum við síðast. Jú, Hekken. Ok, við skýtum á okkur þar en þetta er miklu skemmtilegra. Ég meina eins og segi, 4. sæti í grísku deildinni, það er alvöru. Þótt að margir heima eru bara sjúkir í hansku deildinu og eitthvað, þá er þetta alvöru lið. Og það er mjög gaman að fá svona lið hingað heim, sérstaklega stuðningsmenn, 130 manns og þetta verður geðveiki hérna eftir. En málið er það að ég bara styð það ekki að við verum keðjur á heimavelli. Það gengur ekki. Óli. Og svo eini sem syngur ekki í kvöld, já, you do the math. Óli, hver á þessa stúku? Ég á þessa stúku. Will keep us together. We could still die just for one day.